Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætla aðeins að fjalla skotárásina í Oregon í Bandaríkjunum. Og ég er aðeins búinn að vera að fylgjast með umfjöllun þessa leiksýningu og ég hef farið yfir greiningar þeirra sem að ég leita eftir í svona pælingum. Og ef þið kíkið til dæmis bara á fréttina á dailymail.co.uk þá sjáið þið mikið af einkennum sviðsetningar. Þar er lögregluríkið sýnt. Þar er verið að raða fólki upp í raðir og þar eru myndir af lögreglumönnum með hljóðdeyfa á byssunum sínum. Það er mjög einkennilegt að lögreglur séu með hljóðdeyfa á sínum byssum. Það hef ég aldrei séð áður eða áttað mig á áður. Það er Obama er náttúrulega mættur strax í sjónvarpið að væla byssulögin sín og lögreglustjórinn í þessu fylki þar sem að skotárásin var að setja sig upp á móti ákveðnum hömlum á byssueign. Þannig að það er oft í svona aðgerðum verið að reyna að slá margar flugur í einu höggi. Og þessi gaur sem á að hafa skotið, það liggur eftir hann einkennileg YouTube rás sem heitir First Last og þar er hann að ranta furðulega hluti og í þessu svona sem að passa reynda svolítið inn í það agenda sem er í gangi. En það sem er kannski the smoking gun í þessu er að alltaf þegar að Bandaríkjastjórn verður fyrir skömmustulegum uppákomum, það þarf einhvern veginn að, eins og núna þegar að Pútín eða Rússar byrja að sprengja málaliða NATO og Co. í Sýrlandi, þá hefði það verið aðalfréttin hjá fjölmiðlunum í Bandaríkjunum í dag. Þeir hefðu verið að hamra á því allan daginn. Rússar að sprengja Sýrland og Rússar að sprengja ISIS. En það er komið í númer 2 í fréttamati fjölmiðla vestanhafs. Þannig að þessi aðgerð er sennilega ekki sérstaklega til þess að hamla byssueign eða koma einhverjum lögum í gegn eða eitthvað slíkt. Þetta er einfaldlega til þess að draga athygli frá klúðri Bandaríkjamanna og NATO og Co. í Sýrlandi. Það er verið að raskella það stendur yfir opinber raskelling á Bandaríkjamönnum, Bretum og Frökkum og NATO-ríkjunum. Það er bara verið að flengja þetta lið opinberlega. Og þetta er aðferð sem þeir hafa notað í Bandaríkjunum ef þú ferð yfir atburði þegar að alltaf þegar að almenningsálitið yrði hamrað gegn stjórnvöldum í fjölmiðlum, eins og þegar flaugarnir í Benghazi lentu í höndum hjá Al-Qaida, alltaf þegar kemur eitthvað svona upp, þegar að fæðingarvottorð Obama var komið ljós að það var falsað, kom staðfesting á því, þá gerist eitthvað svona atburður. Og þannig að þetta er miskunnarlaust líka notað sem cover-up á óþægilegar fréttir. Mér sýnist að þetta sé fullkomin sviðsetning, að það hafi enginn dáið þarna. En menn eru nú svona ekki alveg sammála það. Þið sjáið þarna að það verða á myndum, þá sjáið það verða að auglýsa og kynna inn lögregluríkið
og þarna eru hermenn, að störfum líka, eða sem sheriffs eða lögreglustjóri í hermannabúningum. Og og maður sér á myndum að fólk sem verið er að leita á, raða upp í langar raðir og verið að leita á fólki, það virðist ekkert vera neitt í mikilli örvæntingu. Og náttúrulega eins og alltaf í svona sviðsettum atburðum þá hugsanlega Patsy eins og hinni sem var drepinn, sko. En ég náttúrulega hef engar upplýsingar um það, enga yfirsýn um það, en fréttamyndir eru svolítið einkennilegar ef að þetta hafa gerst eins og sagt er. Þannig að ég tel að þetta sé hoax, þetta sé blekking. Það ég fellst á þá, eða svona heldur á þeirri skoðun að það hafi jafnvel enginn dáið nema þá hugsanlega þessi ímyndaði skjótari, sko. Og það er mjög einkennilegt að lögregla sé með hljóðdeyfa á sínum byssum og að fólk, einhver vitni eru sögð hafa sagt að þeir hafa ekki heyrt neina byssukúlur. Svo er líka tímaröðin á þessu. Það er bara frá því að fyrsta tilkynning kemur og þangað til að atburðurinn er lokið eru bara einhverjar 13 mínútur. Og það er líka meitlara tölfræði í þessum atburði. Það er sagt að 13 hafi látist og 20 hafi særst. 20 pluss 13 eru 33. Og það eru alls konar svona rugltengingar, tölfræðitengingar í þessu líka. Og og hjúkrunarfólk er í einhverjum bleikum eða purple bolum og það er ákveðin merkjafræði líka, litirnir. Þannig að þetta hefur öll einkenni á sviðsettum atburði og ég held ég kalli þetta hoax. Takk fyrir komuna og verið sæl.